Góðan blessaðan daginn, hvað segir þið gott? Hérna, mér langaði aðeins að tala við ykkur dag hvernig hægt að fá umboð fyrir vörur sem það var áhuga að selja. Ég er búinn að fá þessa spurningu afskaplega oft þegar að halda námskeiðin og líka bara í gegnum tölvupóst. Það sem fólki er að velta fyrir sér að það hefur áhuga á að selja eitthvað vöru hérna á Íslandi og veit ekki alveg hvernig á að fara að því að fá umboði fyrir hana. Ég ákvað svona ganni mínu að fara bara gegnum ferilinn sjálfur og deila þess aðeins með ykkur. Ég ætla að gera það hérna núna yfir næstu nokkra vikurnar og líka kannski aðeins að deila svona einstaka myndbandi hérna sem ég segja aðeins frá þessu. En í mínu tilfelli, þannig ég segi nokkuð bara svona smá dæmi þessu, að þá var ég á mánudaginn síðasta, þannig að fyrir viku síðan, þá var ég að skoða vörur sem ég hafði sjálfur áhuga á að kaupa fyrir sjálfa mig. Og það var ekki mikið úrval af þeim hérna á Íslandi, ekki mikið sambærilegt í boði. Þannig að ég ákveði að athuga hvort að ég geti hugsanlega fengið umboð fyrir þessa vöru og byrjaði að selja hana. Og það sem ég gerði var mjög einfalt, að ég einfaldlega bara fór inn á vefsíðuna hjá þessu fyrirtæki og fann sem sagt einhvers konar tölvupóst eða einhvers konar svona kontaktform sem ég geti fyllt út, þar sem ég geti raunin bara komið skilaboðum til viðkomandi fyrirtækis. Nú í þessum tölvupóstum ég sendi að þá bara tilgreindi ég það að mér finnst þeir að vera með mjög flotta vöru, ég hefði mikinn áhuga á því að selja hana fyrir þá hérna á Íslandi og ég spurði þeir bara hvort þeir væri almennt að vinna með endursöluaðilum og hvort það væri eitthvað möguleiki og ég fengi umboði fyrir vöruna. Nú strax daginn eftir að þá fæ ég svar frá þeim eða tölvupóst tilbaka frá þeim. Þar sem þeim biðja mig í rauninu að senda þeim aðeins frekar upplýsingar mig, mitt fyrirtæki, hvernig staðan væri og svona hvað ég var að spá. Og ég gerði það bara strax hæl og ég gerði það bara það var bara mjög einlægur í bréfinu. Ég sagði bara ég er ekki búinn að stofna fyrirtækið, ég er alveg að byrja að stíga en ég bara væri samt viss að þetta geti gengið upp og væri mjög spenntur fyrir að vinna með þeim og sendi þetta sem sagt á þá. Og svo strax á miðvikudeginum að þá fæ ég aftur svar tilbaka og það leiði síðan til þess að þeir hringja í mig og ég spjalla við þá í síma í smá tíma og þeir svona fræða maður um vöruna, ég fræða maður um hvernig ég er að spá að gera þetta og símtalið endar á því að ég fæ grænt ljós á að vera umboðsaðili og þeir ætla að taka saman og senda á mig samningana og frekar upplýsingar þetta og þannig að það er það sem ég er að bíða eftir núna og núna er eins og ég segi vika frá því ég byrjaði þetta og bara nokkri dagar síðan er alltaf að byrja að taka saman samningana þannig að þeir hljóta að fara detta í hús bráðlega en þannig að ég er rauninni bara komin með umboð fyrir þessari vöru og þetta er rauninni ekki flóknara en þetta. Það er bara að senda tölvupóst á viðkomandi fyrirtæki, lýsa yfir áhuga og spyrja hvort þeir hefðu áhuga á að vera með endursöluaðila á Íslandi. Nú, bara þannig segi ykkur líka aðeins frá hvað ég er búinn að vera bara alltaf meira svona í framhaldi af til að byggja upp þetta fyrirtæki að ég fór semst inn á Isnic þar sem maður getur keypt lén og þar í rauninni leita ég eftir nokkrum mismunandi lénum þangað til ég fann eitthvað sem var laust og eins og sé Isnic er bara eini staður á netinum sem ég geti í rauninni keypt það ég held svona allan aðalstaðinn sem ég geti keypt .is lén, það er íslensk lén og ég fann fínt lén fyrir þessa vöru og ég keypti það. Nú ef þið viljið fá .com lén þá nota ég oft til dæmis GoDaddy sem er mjög fínt og mæli alveg með því að vera að leita erlendum lénum og það eru ekki dýrt að kaupa slíkt. Nú síðan í rauninni fór ég bara inn á Shopify og ég ákvað að setja upp vefverslun fyrir vöruna í Shopify og þetta var í rauninni fyrst skipt sem ég nota Shopify. Ég hef notast við WooCommerce og ég hef sett upp mína eigin síður og ýmis önnur kerfi en þetta er fyrst skipt sem ég sett upp síðu með Shopify og ég hreinlega gerði þetta bara það voru nokkrir klukkutímar og þá var ég í rauninni bara komið með vefsíðu sem var uppsett, búið að tengja hana við lénið sem ég keypti og í rauninni bara tilbúin til þess að setja inn efni. Og ég var eiginlega bara að segja það að Shopify er bara ég átti ótrúlega góð upplifun af því og mæli algjörlega með því að það er spáðist þetta vefverslun að gera það bara í Shopify.
þið þurfið ekki að kaupa neina hýsingu, þið þurfið ekki að setja upp neitt eða hanna neitt, þið bara í rauninni kaupið aðgang á Shopify og þeir sjá allt og þið hýsið þetta þar og bara tengið liðinni við það. Þannig að þetta er bara auðvelt sem til er sko. Ég á reyndar eftir að tengja greiðslugáttina, þannig að það kannski kemur í næstu viku svona því ég kom aðeins lengra með þetta. En allan eins og staðan er núna þá er þetta bara allt á góðri leið og ég leyfi ykkur að fylgjast áfram með. En endilega ef þið hafa ykkur spurningar eða ef þið eru að velta fyrir ykkur að fá umboð fyrir ykkur vöru þá bara endilega skrifið athugasemd hérna fyrir neðan og höldum bara samtalið gangandi. Gangi ykkur vel.